Góðan daginn. Velkomin á ársfund Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Ég heiti Steinunn Sigurðardóttir og ég verð fundarstjóri hér í dag. Ok, þið heyrið mig núna? Ok. Herðu, velkomin á ársfund Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Ég heiti Steinunn Sigurðardóttir og ég verð fundarstjóri hér í dag. Ársskýrsluna í heild sinni má sjá inn á vefsíðu stofnunarinnar hsa.is. Við byrjum á því að hlýða á ávarp frá heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórssyni. Gjör svo vel. Ágætu gestir, það ánægjulegt að fá að ávarpa ykkur hér á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Það reyndar stutt síðan ég var í heimsókn hjá okkur og fékk að venju höfðinglegar móttökur. Takk fyrir. Síðasta ár hefur verið kraftmikið ár. Kraftmikið hjá ykkur og það hefur verið sérlega ánægjulegt að fylgjast með því hve opin þið hafið verið fyrir því að taka að ykkur ný verkefni. Eins og að taka hjúkrunarheimilin Uppsali og Hundurhlíð undir ykkar starfsemisvæng. Í raun má segja að mikil samþætting hafi þegar náðst fram í þjónustu við aldraða á svæðinu. Hvað varðar heilbrigðisþjónustu? Það sést vel á því að nú miðgildi biðtími eftir hjúkrunarrými í heilbrigðisumdæmi Austurlands sá stysti á landinu. Það góður mælikvarði á gæði þjónustu við fólk á þeirra eigin heimili og í samræmi við stefnu stjórnvalda að gera öldruðum kleift að búa sem lengst á eigin heimili. HSA rekur nú 100 hjúkrunarrými sem verða 110 þegar Sundabúð kemur yfir til ykkar frá Vopnafjarðarhreppi. Þá verða öll hjúkrunarrými í umdæminu rekin af HSA. Þið hafið svo sannarlega sýnt frumkvæði og forystu í umönnun aldraðra til að mynda með því að opna sérstaklega innréttuð sérhæfð líknarrými á hjúkrunarheimilinu Dyngju á Egilsstöðum. Á Dyngju einnig rekin sérhæfð eining fyrir einstaklinga með heilabilunnarsjúkdóma, afar brýnt og þarft verkefni. HSA tekur auðvitað, segi ég, þátt í gott að eldast samþættingarverkefni ásamt Múlaþingi og Fjarðabyggð. Viðræður eru í gangi milli aðila og vonast til að samningar samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustu verði undirritaðir innan nokkurra vikna. Þá munið þið reka samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu í þessum tveimur sveitarfélögum. Möguleg útfærsla getur orðið að heimahjúkrun og heimaþjónusta verði rekin út frá hjúkrunarheimilum á hverju svæði. Þannig verði hægt að nýta takmarkaðan mannafla og fjármuni betur, ná fram meiri samþættingu og auknum gæðum þjónustunnar fyrir þá einstaklinga sem hennar njóta. Þekkjandi ykkar störf þá ég þess fullviss að þið klárið að þróa þetta verkefni til ýtrustu hagkvæmni og þjónustu auka. Kæru gestir, heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni fjölbreytt og mönnum getur verið eftir sem áður mikil áskorun. Það þekkið þið. Það var því gleðileg stund þegar skrifað var undir samninga öfluga sjúkrahúsþjónustu í dreifbýli. Það var í heilbrigðisráðuneytinu í desember síðastliðnum. Meginefni þess samnings þjónustu sérhæfðs lykilstarfsfólks í heilbrigðisþjónustu og felst í aukinni samvinnu
Landspítala og sjúkrahússins á Akureyri við ykkar sjúkrahús og sjúkrahúsið á Vestfjörðum. Samvinna svo takast megi að manna sjúkrahúsin á fullnægjandi hátt. Samningurinn tekur til allra heilbrigðisstétta, einkum þeirra sem sinna bráðaþjónustu, svo sem lækna, hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra, lífeindafræðinga og geislafræðinga. Með samningnum ákveðum við að vinna saman að mönnun okkar lykilstofnana. Samningurinn er afrakstur af vinnu starfshóps sem var skipaður öfluga sjúkrahúsþjónustu í dreifbýli. Með samningnum settum við kastljósið á hið mikilvæga hlutverk sjúkrahúsa í dreifðum byggðum. Með samningnum formgerðum við jafnframt samstöðuna á sviði mönnunar og ég bind miklar vonir við að þetta leiði einnig til þess að sérhæft heilbrigðisstarfsfólk, ekki síst unga fólkið, sjái tækifærin í þeim áskorunum sem felast í því að starfa á sjúkrahúsum í dreifðari byggðum. Þetta var ekki eini hópurinn sem skilaði góðu verki. Á síðasta ársfundi fór ég jafnframt yfir þá ákvörðun að setja af stað starfshóp bætta mönnun og jafnara aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Sá hópur skilaði síðasta vor tillögum og lagði meðal annars til að nýta heimildir í lögum menntasjóð námsmanna til að beita tímabundnum ívilnunum við endurgreiðslu námslána í þeim tilgangi að styrkja mönnun sérfræðinga í heilbrigðisþjónustu, einkum í dreifðari byggðum. Í kjölfar vinnu starfshópsins Óbyggðastofnun í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga þegar undirbúning að skýrslu mikilvægi þess að bregðast við aðstæðum þegar sveitarfélög hafa vakið athygli á þörf á menntuðum læknum í byggð sinni. Brýnt var að hefja undirbúninginn strax til að verði að bregðast skjótt við þeim tillögum sem berast frá sveitarfélögum. Ég hef lagt mikla áherslu á að koma þessu verkefni úr vör og auglýsa ívilnanir fyrir heilbrigðisstarfsfólk á þeim svæðum sem þörf er á. Kæru vinir, við þurfum að gera margt og við þurfum að leggjast á árar og ég er sannfærður að þessar aðgerðir ásamt fleirum ívilnanir eru til þess fallnar að bæta og styðja við mönnun heilbrigðisstarfsfólks á landsbyggðinni til skemmri og lengri tíma. Framundan eru fjölmörg, brýn og spennandi verkefni. Ég leyfi mér að nefna aukið aðgengi að læknaþjónustu á Austurlandi í gegnum fjarheilbrigðisþjónustu. Við í heilbrigðisráðuneytinu styðjum ykkur af öllu hjarta í að koma þessu verkefni af stað og hefur fjármagnið tryggt til kaupa á augskoðunartæki. Jafnframt þá hefur Sjúkratryggingum verið falið að tryggja samninga greiðslu fyrir þjónustunum. Þetta mun bæta þjónustuna við íbúa á Austurlandi, jafna aðgengi og draga úr þörf fyrir að sækja þjónustuna lengri veg. Að lokum verð ég að minnast á að þið hafið fengið þó nokkrar rósir í Hnappagæti. Og það verðskulda. Þið voru fyrst allra heilbrigðisstofnana til þess að ljúka öllum 5 grænu skrefunum og innleiða í sameiningu umhverfisvænar aðgerðir. Þið hlutuð viðurkenningu jafnréttisofarinnar annað árið í röð og eruð hæst heilbrigðisstofnana í könnuninni stofnun ársins.
Það mæld ánægja starfsfólks með sinn vinnustað sem einhver besti mælikvarði á gæði að mínu viti. Vel gert. Síðast en ekki síst kom stofnunum vel út úr þjónustukönnun maskínum. Meðal annars má nefna að Austurland kemur betur út hvað landsmeðaltal varðar með traust til heilsugæslunnar, þar sem 70% svarenda á Austurlandi bera mjög mikið eða fremur mikið traust til heilsugæslu HSA til samanburðar við 60% yfir heildina. Þessar niðurstöður má túlka á þann veg að starfsfólk heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Austurlands að veita afbragðsþjónustu og viðmót og framkoma almennt til fyrirmyndar. Við þekkjum það svo, kæru vinir, að næsti dagur krefst þess ávallt af okkur að gera betur í dag en í gær, að auka rafræna þjónustu, auka samvinnu milli heilsugæslunnar og annarra þjónustuveitenda og auka aðgengi að sérfræði þjónustu og svo framvegis. Allt atriði ásamt fleiru sem við erum að vinna í að bæta á hverjum degi. Gleymum þó ekki því að vera stolt af þessum mikla árangri sem þið hafið náð og þið megið svo sannarlega vera stolt af ykkur sjálfum, stolt af því að tilheyra liðsheildinni Heilbrigðisstofnun Austurlands. Virkilega vel gert, ég ákaflega stoltur af ykkur, kæru vinir, og ég ekki í neinum vafa að á komandi ári muni þið og Heilbrigðisstofnun Austurlands halda áfram að styrkjast og eflast og veita framúrskarandi þjónustu. Ég vona og veit að þið munið eiga góðan og gagnlegan fund hér í dag og ég hlakka til að heimsækja ykkur og hitta fyrr en síðar. Takk fyrir. Við þökkum Willum Þór kærlega fyrir hans innlegg hér í dag. Næsta dagskrá ávarp frá forstjóra HSA, Guðjóni Haukssyni. Sæl og blessuð öll sömul og verið hjartalega velkomin á ársfund Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Bæði þið sem eru hérna í salnum en einnig þau ykkar sem eruð að horfa í streymi. Ég þakka ráðherra kærlega fyrir hans góða innlegg og hvatningu hér á undan. Árið 2023 var viðburðaríkt ár fyrir Heilbrigðisstofnun Austurlands, enda það viðamikið verkefni að viðhalda og byggja upp góða heilbrigðisþjónustu á nær öllum málefnasviðum íslenskrar heilbrigðisþjónustu á jafn dreifbýlu svæði og Austurland er. Þrátt fyrir margar og stórar áskoranir tókst starfsfólki HSA vel til á árinu 2023. Það sést til að mynda í þeim þjónustukönnunum sem gerðar eru á starfsemi HSA, sem og í könnuninni stofnun ársins, en í báðum þessum könnunum mældist HSA efst meðal heilbrigðisstofnana. Þessi árangur langt frá því að vera sjálfgefinn. Heldur byggir hann á anda og gildum HSA, sem eru samvinna velferð og virðing, öryggi, fagmennska. Samvinna og lausnamiðuð hugsun forsenda fyrir því að HSA geti sinnt sínu viðamikla samfélagslega hlutverki og því nauðsynlegt að öll okkar samskipti fóstri þá hugsun. Í upphafi árs 2023 féll snjóflóð í Neskaupstað
sem svo óþægilega myndi á nábýli okkar við óvagna náttúru Íslands. Viðbragð HSA var viðamikið, enda var tíma ekki ljóst hvort rýma þyrfti umdæmissjúkrahús okkar vegna snjóflóðahættu. Þrátt fyrir að segja megi að betur hafi farið en á horfðist í fyrstu, sýna atburðir sem þessir mikilvægi þess að HSA sé viðbúið þegar óvæntir viðburðir og áföll dynja á okkar samfélagi. Enda HSA nánast eini veitandi heilbrigðisþjónustu á Austurlandi öllu. Rekstur HSA var ein af stóru áskorunum ársins 2023, enda krefjandi ástand efnahagsmála á Íslandi öllu, sem viðbúið að hafi umtalsverð áhrif. Hallarekstur var á HSA allt árið 2023, en með viðbótar fjárframlagi sem byggir á skilningi og velvilja stjórnvalda gagnvart þjónustu HSA tókst að reka stofnunina fyrir þau fjárframlög sem henni bárust. Til framtíðar það forsenda áframhaldandi uppbyggingar og góðs gengis HSA að okkur takist að reka stofnunina með sjálfbærum hætti og að fjármögnun starfseminnar sé trygg. Þar ber stofnunin sjálf mikla ábyrgð ásamt stjórnvöldum hvers tíma. Þjónustuþörf við eldri borgara fer vaxandi með hækkandi aldri okkar Íslendinga. Þessi jákvæða þróun krefst einmitt þess sem við hjá HSA viljum vera þekkt fyrir. Það lausnamiðuð nálgun og framþróun þjónustunnar. HSA ásamt Múlaþingi og Fjarðabyggð eru þátttakendur í verkefninu Gott að eldast, sem ætlað að samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp þjónustuþega. Það ekki einungis von mín að vel takist til, heldur telji það beinlínis nauðsynlegt að sveitarfélög á Austurlandi ásamt HSA taki myndarlega utan þennan málaflokk, þannig að það verði raunverulega gott að eldast á Austurlandi. HSA mun á árinu 2024 stíga markvissari skref til framþróunar málaflokksins, meðal annars með því að byggja frekar upp heimahjúkrun út frá okkar öflugu hjúkrunarheimilum. Fyrir 3 árum síðan bættist í hóp starfsstöðva HSA. Þegar hjúkrunarheimilin Uppsalir og Hulduhlíð urðu partur af Heilbrigðisstofnun Austurlands. Nú 1. júní bætist enn við HSA þegar hjúkrunarheimili Sundabúð á Vopnafirði verður nýr partur af Heilbrigðisstofnun Austurlands. Við hjá HSA fögnum því, enda eykur möguleika okkar á samþættingu heilbrigðisþjónustu og bjóðum við íbúa og starfsfólk Sundabúðar hjartanlega velkomið. Á árinu 2023 barst HSA fjárframlag til ýmissa tækjakaupa, sem gerir okkur betur kleift að sinna okkar þjónustu. Sett var upp nýtt tölvusneiðmyndatæki á umdæmissjúkrahúsinu okkar í Neskaupstað, en það tæki eykur rannsóknargetu sjúkrahússins til muna. Einnig bárust stofnuninni fjölmargar gjafir sem allar koma að miklu gagni, meðal annars við líknaþjónustu, rannsóknir og almenna heilbrigðisþjónustu. Við alla okkar velunnara langar mig að segja kærar þakkir. Undanfarna mánuði hefur verið unnið að stefnumörkun sjúkrasviðs HSA með aðkomu starfsfólks og hinna ýmsu hagsmunaaðila. Stefnumótunin mun leiða vinnu okkar á sjúkrasviði til framtíðar, en til þess að vel takist til þarf eins og í allri heilbrigðisþjónustu að tryggja mönnun fagfólks. Það von mín að á næstu vikum verði endanlega klárað samkomulag sem byggir á vinnu starfshóps sem heilbrigðisráðherra skipaði, sem ætlað að auka samvinnu Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Landspítala ásamt Sjúkrahúsinu á Akureyri mönnun sérhæfðs fagfólks.
Heilbrigðisstofnun Austurlands öflug heilbrigðisstofnun. Hún hefur sýnt það undanfarin ár en það birtist í hinum ýmsu mælikvörðum sem teknir út starfsemi stofnunarinnar. Árangurinn byggir á samvinnu starfsfólks HSA sem aftur og aftur sýnir þrautseigju, dugnað og lausnamiða nálgun oft í erfiðum aðstæðum. Því munum við halda áfram. Kærar þakkir fyrir mig og ég hlakka til að njóta dagsins með ykkur, bæði hér á ársfundunum og ekki síður á vísinda- og fræðadeginum hér eftir hádegi. Takk fyrir mig. Við þökkum Guðjóni kærlega fyrir hans ávarp. Næsta dagskrá Þórarna Gró Friðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs. Já, ok. Glæsilegt. Komið sæl og til hamingju með þennan skemmtilega dag sem við eigum í vændum. 1 ár fljótt að líða og það gott að fá tækifæri til að staldra við og líta yfir farinn veg og fagna því sem hefur áunnist undanfarið ár. Heilbrigðisstofnun Austurlands samanstendur af 13 starfsstöðum sem eru staðsettar vítt og breitt Austurland og starfsmannafjöldi 450. Starfsfólki mynda því marga, fjölbreytta en samheldna hópa sem eiga það sameiginlegt að búa yfir mikilli reynslu, færni og þekkingu. Í sumar bætist síðan við 14. starfsstöðin sem hjúkrunarheimilið Sundabúð á Vopnafirði. HSA heldur því áfram að vaxa sem ánægjulegt og hlökkum við til þess að kynnast betur starfseminni og starfsfólkinu á Sundabúð. Mikið af okkar starfsfólki hefur langan starfsaldur, en 20% hafa náð 20 ára starfsaldri. Starfsfólki okkar hefur fjölbreyttan bakgrunn sem auðgar vinnustæðin, en einstaklingar af 24 þjóðurnum starfa hjá HSA. Jafnréttismál okkur alltaf hugleikin. Í mars fór HSA í 7. sinn í gegnum endurúttekt vegna jafnlaunavottunar. Jafnréttisáætlun var yfirfarin og endurskoðuð og staðfest á Jafnréttisstofu og gildir nú til ársins 2027. HSA fékk í annað sinn viðurkenningu jafnréttisvogarinnar en viðurkenninguna hljóta félög, stofnanir og sveitarfélög sem hafa náð að jafna hlutfall kynja í efsta lagi stjórnar. Í stjórnendastörfum innan HSA kynjahlutfalli 71% konur og 29% karlar, en á vinnustaðnum í heild mikill meirihlutinn konur eða 88%. Við erum stolt af þessu öllu og trúum því að jafnrétti og fjölbreytileiki sé afar mikilvægur hlekkur í að skapa góðan vinnustað. Fræðsla og þjálfun lykilþáttur í starfsánægju og eflir sjálfstraust. Árið 2023 voru samþykkt 98 námsleyfi og þar að auki voru 5 starfsmenn í lengra námsleyfi sem hluta af starfshlutfalli sínu. Í samstarfi við Austurbrú voru lögð drög af fræðsluáætlun til 2 ára. Skipaður var stýrihópur sem samanstóð af starfsfólki HSA og í kjölfarið var gerð þarfagreining meðal starfsfólksins. Niðurstöðurnar hafa nú þegar verið nýttar til þess að skipuleggja fjölbreytta fræðslu. Meðal annars hinsegin fræðslu á vegum samtakanna 78, fræðslu sérfæði, fræðslu fjöláföll og tengslamvanda barna og einnig hafa verið haldin 10 skyndihjálparnámskeið á fjölmennustu starfsstöðum HSA. Við héldum áfram að bjóða stjórnendum HSA upp á sérsniðin námskeið og síðasta ári voru haldin námskeið stjórnsýslurétt, sáttamiðlun og betri og árangursríkari starfsmannasamtöl. Sú fræðsla var liður í að innleiða starfsmannasamtöl með skipulegum hætti og markmiðið að allt starfsfólk fái að minnsta kosti 1 starfsmannasamtal
á ári við sinn næsta yfirmann. Síðast en alls ekki síst mældist HSA hæst allra heilbrigðisstofnana á landinu annað árið í röð í könnun stofnun ársins. Á mynd má sjá hvernig heildareinkunn hefur þróast síðastliðin 4 ár hjá HSA í samanburði við meðaltal annarra heilbrigðisstofnana. HSA hefur síðustu 2 ár náð yfir 4 af 5 mögulegum, heildarstarfsánægja mælist há og erum við einstaklega stolt af þessum árangri. Þættirnir sem vega inn í matið stofnun ársins eru stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og jafnrétti. Á myndinni sést hvað hver þáttur vegur mikið af heildareinkunn. Hækkun varð á öllum þessum þáttum en ímynd stofnunar og launakjör hækkuðu mest á milli ára. Það voru 3 þættir sem lækkuðu lítillega á milli ára en það voru starfsandi, stjórnun og vinnuskilyrði en breytingin var mjög óveruleg. Hér má sjá 5 fullyrðingar sem mældust hæstar og það er ánægjulegt að sjá að hæsta einkunnin sem mælist tengist fullyrðingunni mér kemur vel saman við samstarfsfólk mitt. En rannsóknir hafa sýnt að þau sem eiga vin í vinnunni eru almennt glaðari, afkastameiri og líklegri til að vera ánægðari í starfi. Hér má sjá 5 fullyrðingar sem mældust lægstar en þær snúa að launakjörum og ánægju með hljóðvist og loftgæði. Síðustu 2 ár höfum við unnið markvisst með niðurstöðurnar, með því til að mynda að gera könnun meðal starfsfólk hvaða 2-3 þætti þau óska eftir að vera lögð áhersla á. Dæmi það er að innleiða starfsmannasamtöl, innleiða fræðsluáætlun, styrkja ímynd HSA og fleira. Það hefur gefið góða raun að okkar mati. Eins hefur við fundið að árangur HSA í könnunum stofnun ársins hefur vakið athygli. Sem dæmi höfum við fundið fyrir auknum áhuga á störfum hjá HSA og það skiptir gríðarlegu máli í þeirri samkeppni sem við erum á vinnumarkaði framúrskarandi starfsfólk og eykur líkur á að rétt fólk sé ráðið í rétt hlutverk. Ég er stolt af þeim árangri sem HSA hefur náð síðastliðið ár í okkar krefjandi umhverfi en er á sama tíma meðvituð það að viðhalda vellíðan og ánægju í fjölbreyttum hópi starfsfólks sem hefur ólíkar væntingar og þarfir krefst stöðugrar vinnu og endurskoðunar. Það er enn mikið verk óunnið og höldum við ótrauð áfram, jákvæð og full tilhlökkunar fyrir komandi verkefnum. Takk fyrir. Við þökkum Þórarni kærlega fyrir hennar yfirferð. Næst á dagskrá er Svava Ingibjörg Sveinbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála og hún ætlar að fara yfir ársreikningin. Okay. Ekki það sem var svo hárið. Þetta sé eitthvað smávaksin eða? Okay. Kæra samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Ég mun hér gera grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2023. Heilbrigðisstofnun Austurlands er ríkisaðili í A-hluta sem sinnir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi og veitir almenna heilsugæslu, sjúkra- og hjúkrunarþjónustu. Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Austurlands nær frá Djúpavogi til Bakkafjarðar. Rekstur heilbrigðisþjónustunnar er mikil áskorun en HSA hefur tekist að halda stofnuninni í jákvæðri
halda afkomu stofnunarinnar jákvæðri á undanförnum árum þó viðsnúningur hafi átt sér stað árið 2022. Heildarvelta HSA var 6,6 milljarðar árið 2023 sem aukning 765,5 milljónir frá árinu 2022. Þetta jafngildir 13,1% aukningu á milli ára. Fjárheimildir og rekstrartekjur ársins námu samtals 6,6 milljörðum og rekstrargjöld 6,5 milljörðum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Á milli áranna 2022 og 2023 hækkuðu rekstrargjöld Heilbrigðisstofnunar Austurlands 374 milljónir eða 6,1%. Hækkunina má rekja meðal annars til verulega aukins kostnaðar við sjúkraflutninga, fjölgun bakvakta í heilsugæslu ásamt almennum launahækkunum og verðlagshækkunum. Launagjöld voru langstærsti kostnaðarliður HSA á síðasta ári eða 69% heildargjalda. Meðalfjöldi stöðugilda lækkaði 2,91 á milli ára. Bókfærðar eignir Heilbrigðisstofnunar Austurlands námu samtals 990,7 milljónum í árslok og hækkuðu 90,2 milljónir á milli ára. Inneign HSA hjá ríkissjóði hækkaði 52,9 milljónir á milli ára og að hluta til skýrist þessi jákvæða staða að viðbótarframlagi vegna hjúkrunarrýma sem að Heilbrigðisstofnun fékk í byrjun árs 2024 vegna ársins 2023. Höfuðstóll Heilbrigðisstofnunar Austurlands var jákvæður 45,1 milljón í árslok 2022. Afkoma stofnunarinnar á árinu 2023 var jákvæð 55,9 milljónir á árinu og því hrein eign 101 milljón í árslok 2023. Að skila jákvæðri afkomu ekki sjálfgefið og tókst Heilbrigðisstofnun Austurlands það meðal annars með aðhaldi í rekstri, útsjónarsemi, aukinni kostnaðarvitund, tækninýjungum, teymishugsunum starfsfólks og góðri samvinnu við heilbrigðisráðuneytið. Með það að leiðarljósi treystum við því að geta haldið rekstrinum í ákvæðri afkomu. Góðir fundagestir, ég hef hér gert grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2023. Ársreikningurinn í heild sinni verður gerður aðgengilegur á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Takk fyrir. Við þökkum Svövu kærlega fyrir þessa yfirferð. Næst á dagskrá Nína Hrönn Gunnarsdóttir. Hún framkvæmdastjóri hjúkrunar og hún ætlar að fara yfir starfsemistölur og gæðaviðmið. Góðan daginn. Ég fæ alltaf þetta skemmtilega hlutverk að fara yfir Excel, en eins og einhverju vita þá það millinafni mitt. Ef við förum yfir ég ætla bara að henda mér beint yfir þetta eru frekar þurrar tölur en mjög áhugaverðar og skemmtilegar. Og ef einhver vill fara og kafa betur ofan í, þá bara endilega sendi mér fyrirspurnir á netfangið eða í gegnum Workplace og þið eru hjartalega velkomin til að fá frekari útskýringar. Eftir að nýja greiðslulíkanið kom til, þá þarf að skrá eða eru allir landsmenn skráðir á heilsugæslustöð. Þetta eru skráðir á stöðvarnar okkar. Það eru 10.648 skráðir á heilsugæslur HSA í lok desember 23 og það hefur orðið 274 í aukningu frá því á síðasta ári
og flestir þeirra eru þessi, miður aldur, en það fjölgar örlítið í hópi 60 ára og eldri, samt sem áður. Ef við skoðum komur á heilsugæslustöðvarnar, á heilsugæslusviði þá sést að það fjölgun hefur orðið flesta mánuði ársins og ef við miðum við árið á undan sést að það 6% aukning á komum en þetta örlítið flöktandi eftir mánuðum og við sjáum að mesta aukningin í janúar eða 34% aukning en aftur á móti í október eru 14% færri komur. Og maður getur velt fyrir sér hvað það líklegast þetta pestir í janúar, mér finnst það líklegast. En það vekur athygli og kannski vitum við þetta öll að í janúar til ágúst fjölgar komum 9% milli þessara 2 ára, sem nú alveg slatti. Ef við skoðum komur eftir fagstéttum að þá eru flestar komur til lækna. Næst á eftir eru það sjúkraliðarnir og mestmegnis eru þetta komur í heimahjúkrun. Þar á eftir eru það hjúkrunarfræðingar og svo ljósmæður sem eru með obbann af komum á heilsugæslustöðvarnar okkar. Ef við skoðum komur í heimahjúkrun að þá erum við að sjá aukningu þar líka. HSA annast heimahjúkrun á sínu starfsvæði og þar þjónustan oftast veitt á heilsugæslustöðvunum nema á Vopnafirði og Seyðisfirði. Þar eru það hjúkrunarheimilin sem sinna heimahjúkrun. En árið 2023 fóru starfsmenn heimahjúkrunar að meðaltali í 2343 vitjanir í hverju mánuði að meðaltali. Og eru það 203 vitjanir fleira heldur en í fyrra, þannig að það að þyngjast hjá okkur þjónustan í heimahjúkrun og ef við skoðum fjölda einstaklinga sem að þiggja þjónustu í heimahjúkrun að þá vorum við að sinna 2023 að meðaltali 146 einstaklingum en árið 2022 voru það 132. Heildarfjöldi einstaklinga sem fengu heimahjúkrun árið 2023 voru 230, þannig við sjáum að þetta svona stabilt þýði, þetta ekki, það virðist vera svipaðir einstaklingafjöldi yfir árið og þetta sama tala á í fyrra, 2022 voru þetta 231, þannig að þetta fjöldi einstaklinga yfir árið bara sambærilegt. Ef við skoðum sjúkraflutninga í umdæmi okkar, að sjúkraflutningar innan starfsvæðis HSA eru 1471 sem bara svipað á árið 2022 en þá voru þeir 1456 og við sjáum þarna hvernig skiptast á milli sjúkraflutninga umdæma. En við erum með sjúkraflutninga í Fjarðabyggð, það starfsliða á Egilsstöðum, Seyðisfirði og Vopnafirði. Ef við skoðum svo hvaðan og hvert við erum að flytja þá þarna greining á hvert fólkið að fara. Það eru 529 flutningar á FSN og við erum að flytja norður og og svo á flugvelli talsvert. En eins og ég segi, ef einhver vill frekari greiningar á þessu þá það sjálfsagt. Ef við skoðum þjónustukönnun Maskínu, en í lok árs 2023 fór fram þjónustukönnun á vegum Maskínu fyrir Sjúkratryggingar Íslands þjónustu heilsugæslu á landsbyggðinni. Könnunin fór fram á tímabilinu 17. október 2023 til 5. janúar 2024. Maskína fékk upplýsingar frá SÍ einstaklinga sem hefðu heimsótt heilsugæslustöðvar á landsbyggðinni árið 2023 og tók slembiúrtak úr þeim hópi. Þessir einstaklingar fengu sendan hlekk á könnunina í gegnum réttindagátt SÍ.
Á Austurlandi tóku 428 einstaklingar þátt í könnuninni. Almennt séð komi heilsugæsla HSA mjög vel út úr könnuninni samanborið við aðra landshluta. Þjónustan skorar yfir meðaltali og aðgengi var mjög gott. Þá var langflestum tilvikum sem heilsugæslur HSA hækkuðu hvað varðar jákvæða útkomu miðað við könnunina fyrir árið 2022. Hvað varðar einstaka þætti könnunar má meðal annars nefna að Austurland kemur betur út hvað varðar landsmeðaltal, hvað varðar traust til heilsugæslunnar. Þar voru 70% svaranda á Austurlandi sem ber mikið eða frekar mikið traust til heilsugæslunnar á móti rúmum 60% yfir heildina. Og ef við skoðum hvað fólki fannst starfsfólk heilsugæslunnar, þá eru það 75% á Austurlandi sem voru mjög eða fremur ánægð með þjónustuna og mikill meirihluti svarenda eða 90% telja að viðmót og framkoma starfsfólk heilsugæslunnar sé gott og fannst því að starfsfólk vinni vel saman. Hins vegar voru heldur færri sem upplifðu góða samvinnu milli heilsugæslunnar og annarra þjónustuveitenda eða 60%. Og þarna kannski tækifæri sem við getum skoðað til bætinga og úrbóta. Ef við kíkjum aðeins yfir á sjúkrasviðið okkar, en í Neskaupstað rekum við sjúkradeild þar sem eru 23 sjúkrarými. Meðalfjöldi sjúklinga á dag eru 13,3, miðað við að 2022 voru þeir 15,7. Meðalfjöldi lega á mánuði voru 87 en voru 93 ár 2022 og meðal legudagar í hverri legu voru 3,62 en voru 4,48 2022. Fæðingar 2023 voru 48. Og þetta bara mynd sem sýnir hvernig þetta eftir mánuðum og sýnir okkur legudagana og fjölda sjúklinga og legur. Ef við skoðum stoðsviðin, þá sjáum við að innlagnir á sjúkradeildina voru 939, ferilverk voru 885, sýnatökur 10.388, röntgen 2.000 og tölvusneiðmyndir voru 960. Þetta svona ívið minna heldur en árið 2022. Ef við kíkjum yfir á hjúkrunarsviðið, þá sjáum við þarna að meðalfjöldi íbúa á heimilunum okkar, á hverju hjúkrunarheimili, ég ætla að lesa það sem ég var búin að skrifa, ég ætla að reyna að halda mig við það sem meðalfjöldi íbúa á hjúkrunarheimilunum voru 100,83 í hverju mánuði. Meðalfjöldi á dag eru 92 íbúar og meðal nýting hjúkrunarrýma 89% árið 2023 sem sama nýting og árið 2022. Og á glærunni sjáum við svona hvernig skiptingin milli heimilanna. Ef við skoðum hjúkrunarþyngd hjá HSA var reiðstuðullinn okkar og reiðstuðull mælir hjúkrunarþyngd á hjúkrunarheimilum. Á tímabilinu nóvember síðasta reiðtímabil sem nóvember 23 til febrúar 24. Þá var hann 1,04 sem hækkar 0,02 frá því síðast. En þetta töluvert undir landsmeðaltali þar sem hjúkrunarþyngd að landsmeðaltali 1,24. Og það eru einungis fjórir skjólstæðingar HSA sem eru með hjúkrunarþyngd yfir landsmeðaltali, en þeir sem hæst skora hjá okkur 1,63. Sá sem lægst skorar hjá okkur 0,71.
Ef við skoðum gæðavísa REI, þessar niðurstöður gefa okkur vísbendingar þjónustuna á hjúkrunarheimilum HSA og stendur ágætlega vígi samanborið við önnur hjúkrunarheimili og má þar sérstaklega nefna gæði sem snúa að þrýstingsárum, líkamsfjötrum og það sem kallast, þetta ekki snertiskjár, og það sem kallast lyfjafjötrar eða notkun á sterkum geðlyfjum. Og þar stöndum við okkur vel, en það sem við getum skoðað betur með tilliti til úrbóta það sem tengist þunglyndi og svo notkun á þvagleggjum. Eins við fyrir ofan efri gæðaviðmið og landsmeðaltal á algengi notkun nýju lyfja eða fleiri. Ef við skoðum atvik í starfsemi HSA 2023 skráð 194 atvik á deildum þar sem 96 einstaklingar áttu í hlut. Á heilsugæslusviði voru skráð 12 atvik þar sem 11 einstaklingar urðu fyrir atvikum. Á hjúkrunarsviði voru 143 atvik skráð þar sem 65 íbúar urðu fyrir atvikum. Á sjúkrasviði, það vilist ekki. Á sjúkrasviði voru 22 atvik skráð þar sem 18 einstaklingar urðu fyrir atviki. Algengustu atvikin voru tengd byltum, síðan númer 2 það lyfjameðferð og þar á eftir tengd ofbeldi eða átökum. 2 mjög alvarleg atvik skráð. Alls urðu 111 karlar fyrir atvikum og 83 konur. Flest atvik urðu á dagvakt eða 106 atvik þar sem 63 einstaklingar urðu fyrir atvikum en fæst atvik urðu á nóttunni eða 26 sem 20 einstaklingar urðu fyrir. Takk kærlega fyrir áheyrnina. Við þökkum Nínu kærlega fyrir hennar erindi. Næst á dagskrá Pétur Heimisson. Hann framkvæmdastjóri lækninga og hann ætlar að fara aðeins yfir lýðheilsu og lýðheilsuvísa. Gamalt fólk þarf smá tæknilega aðstoð. Komið þið sæl, kæru þið öll og gleðilega hátíð, því að hátíð það vissulega að koma saman á svona björtum og fallegum degi og horfa yfir farinn veg eins og við höfum verið að gera hér núna. Horfa kannski meira fram á veginn eins og við gerum að einhverju leyti eftir hádegi og vera svo bara í núinu í kvöld með palla. Ég hins vegar verða einhverju leyti í öllu þessu held ég. Þáinu, núinu og framtíðinni. Lýðheilsa og lýðheilsuvísar og að tala það sem verkefni og verkfæri nærsamfélagsins. Það það sem ég ætla að reyna að gera. Ég ætla að tala hvað lýðheilsa og úr hverju hún sprottin. Lýðheilsuvísa, örstutt lýðheilsuvísa fyrir Austurland og svo ætla ég að tala þetta sem að þarna nefnt svæðisskipulag Austurlands og heilsueflandi heilbrigðisstofnun og hvernig það tengist þessu efni og svo einhver samantekt í lokin. Á heimasíðu landlæknis talað hvað lýðheilsa
samheiti yfir heilsuvernd og forvarnir, lýðheilsustarf, miðar að því að viðhalda og bæta heilbrigði fólks og byggist á samstarfi, það er einmitt mikilvægt í þessu, ólíkra fræðigreina og tekur meðal annars til félags-, umhverfis- og efnahagsmála. Á heimasíðu Stjórnarráðsins, og tengir þetta náttúrulega sterkt við pólitíkina eins og ég kem inn á eftir, og heilbrigðisþjónusta er pólitík, ekkert annað en púra pólitík. Með lýðheilsu er átt við aðgerðir hins opinbera og annarra sem miða að því að viðhalda og bæta heilbrigði, líðan og aðstæður einstaklinga, þjóðfélagshópa og þjóðarinnar í heild með heilsueflingu, forvörnum og heilbrigðisþjónustu. Markmiðið er að efla og bæta lýðheilsu. Þetta sem við sjáum hér eru áhrifaþættir heilsu, regnbogamynd sem hefur verið til í áratugi en er í stöðugri þróun síðustu áratugi samfara nýrri þekkingu. Lengi var lítið talað um heilsu, bara um sjúkdóma. Það var þannig þegar ég lærði mína læknisfræði. Er að mínum mati enn allt og mikið þannig. Og þeir sjúkdómarnir, það er að segja, tengdir fáu öðru en erfðum, kyni, aldri og hegðunartengdum þáttum. Allt sem sagt tengt einstaklingnum á einhvern hátt. Aukin þekking og þá ekki síst á félagslegum þáttum og umhverfis- og náttúrutengdum þáttum sem og mannréttindum sem áhrif á þáttum á heilsu og líðun einstaklinga, samfélaga hefur stækkað myndina og fjölgað í henni litunum. Nú síðast er hún látin standa á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem eru þarna stöplarnir 17 undir regnboganum. Guli hálfhringurinn eru mikið hegðunartengdir þættir eins og þið sjáið. Þar er fæða, hreyfing, reykingar og fleira. Sá rauði samanstendur ekki síst af svokölluðum félagslegum áhrifaþáttum heilsu og þessi ysti og græni tekur meðal annars og ekki síst til mannréttinda, umhverfis og náttúru og þeirra gæða. Heilbrigðisþjónusta ein og sér er talin standa fyrir allt að 20% lýðheilsunar. Það kann að hljóma lítið en áherslan er á að þessi 20% er vissulega rosalega mikilvæg en kannski áherslan á þessi 80% er eitthvað sem við höfum of mist af. Af þessari upptalningu á einstökum hlutum myndarinnar ætti að vera ekki að koma á óvart að ekkert eitt hefur meiri áhrif á lýðheilsu og þá ýmist til góðs eða ills en pólitískar ákvarðanir. Skoðum það aðeins nánar með 2 myndum. Þessa mynd hef ég valið að kalla heilsuhallann. Veit ekki hvort það er viðurkennt en mér finnst það virka vel. Og hér er á einfaldan hátt sýnt hve misauðvelt það kann að vera fyrir fólk sem býr við ólíkar aðstæður ýmislegt að ástunda heilbrigðan lífstíl eða rúlla sínum heilsubolta ef svo má segja, svo að hann stækki. Það skiptir afar margt máli svo sem efnahagur, menntun, atvinna, atvinnuleysi, gæði híbýla, viðurkenning samfélags á rétti mismunandi hópa og skoðana og síðast en ekki síst að vera hluti af, tilheyra, að vera þáttakandi í. Það er því mikil einföldun þegar heilsueflingarstarf er byggt á því eingöngu að segja heilsuefling hefst hjá þér. Með því er hætta á nálgun sem of miðast við það eitt að höfða til samvisku fólks og breyta hegðun og þá stundum í aðstæðum sem eru sama fólki mjög andsnúnar. Og svo hin myndin sem átti að vera skýrandi, hún á að sýna munin á því sem við tölum og hefur lengi verið talað og við höfum náð langt í, en er samt eilífðarverkefni, það er jafnréttið.
Við eigum enn lengra í land að ná því sem að heitir jöfnuður og auðvitað næst aldrei hvorugt fullkomlega. Þetta eru eilífðarverkefni. Og það má tala þetta á margan hátt, til dæmis sem fjárfestingu í þessum 3 aukakössum sem jöfnuðurinn kallar á eða hefur í för með sér og þann tíma sem það tekur slíka fjárfestingu að skila sér til fjármagnseigandans. En það má líka benda á til dæmis bara, og þetta fékk ég beinlínis úr skólasamfélaginu þar sem ég var að tala þetta, að skóli og einstaklingsbundin námskrá, ef nám nýtist ekki ákveðnum hópi nemenda, þá hluti fjármunanna sóað og einstaklingur og samfélag gjaldaðist. Það má benda á niðurgreiðslu lyfja sem auðvelda fólki að hætta að reykja. Þau hafa til skamms tíma verið talin þau lyf í heiminum þar sem að maður í ávinningi líðunar og heilsu fær mest fyrir hverja krónu eða þetta sem kalla cost benefit. Þau hafa aldrei verið niðurgreidd. Augljósast að umtalsverður hluti eplana yfir jafnréttishópnum, hann nýtist engum. Önnur leið til að tala þetta að segja að gjöld og þröskuldar sem samfélagið útsetur okkur fyrir eru oftast jafnhá og þar með falla þau undir jafnrétti. En þau mæta okkur hins vegar í öllum okkar fjölbreytileika, sem flest okkar telja sem betur fer orðið æskilegan, fjölbreytileikan, í mismunandi aðstæðum og íþyngja því sumum meira en öðrum, og það ójöfnuður. Og það hefur verið sýnt fram á það að ekkert skaðlegra eða að nefna eitthvað eitt heldur en akkúrat ójöfnuður, heilsu einstaklinga, fjölskyldna og samfélaga. Heimasíða landlæknis segir lýðheilsuvísa að þeir séu safnmælikvarða sem ætlað að gefa vísbendingar líðan þjóðarinnar á hverjum tíma. Þeim ætlað að auðvelda stjórnvöldum og öðrum að greina stöðuna, finna styrkleika og áskoranir og þarfir íbúa þannig að hægt sé að vinna að markvissum hætti að heilsu og líðan á öllum æviskeiðum. Og svo segja þau þetta að þeim ætlað að auðvelda heilbrigðisþjónustu að greina stöðuna í sínu eigin umdæmi, finna styrkleika og áskoranir og skilja þarfir þannig að hægt sé að vinna með markvissum hætti að því að auka og bæta heilsu. Það vantar nú þarna inn í sig vegna þess að þeim ætlað að auðvelda heilbrigðisstofnunum og sveitarfélögum öðru fremur. Einhvern veginn hef ég klúrað því, en það lykilatriði. Þarna mynd sem sýnir lýðheilsuvísa fyrir Austurland, ég veit ekki hversu vel þetta sést, vonandi, en allavega lóðlínan sem nær mér á myndinni, hún sýnir landsmeðaltal og bláu punktarnir sitt hvoru megin við línuna. Ef þið einbeitið ykkur á að horfa þá sýna þeir það sem marktækt frávik frá landsmeðaltalinu. Þannig að þið sjáið þarna þætti þar sem að við skerum okkur úr. Við erum til dæmis heimsmeistarar í því að nota nikótínpúða í 10. bekk. Við erum langt undir landsmeðaltali í því að taka lýs í 1. bekk. Við fullorðnir hreyfa sig marktækt minna, þar að segja röskleg hreyfing á Austurlandi, og 7. bekkingar á Austurlandi nota mun síður virkan hreyfimáta í skóla heldur en landsmeðaltalið. Það mætti tala miklu meira á þessari mynd en tíminn knappur. Svæðisskipulag fyrir Austurland 2022, hvernig tengist það lýðheilsu? Já, það einfaldlega þannig að sem sagt sennilega ætlaði ég bara að tala þessa glæri. Það einfaldlega þannig að sveitarfélög á Austurlandi urðu fyrst íslenskar sveitarfélaga til að takast á við þá áskorun og ekki bara takast á við hana, heldur að samþykkja svæðisskipulag fyrir sitt landsvæði. Síðast þegar ég vissi var ekkert annað sveitarfélagin sem búin að því og þetta var gert 22 og nær til 44. Þar segir, ég ætla bara að lesa fyrir tilvitnunina þarna, hugað verði að lýðheilsu og mögulegum áhrifum á hana við alla stefnumótun og skipulagsgerð. Þetta mjög stór orð.
og mjög til marks framsýni og áhuga og vilja okkar sveitarfélaga til að gera svona. HSA vill vinna að heilsueflingu og helst standa undir því að kallast heilsueflandi heilbrigðisstofnun. Það tekur til nokkurra þáttaaðila, í fyrsta lagi að vinna heilsueflingu sjúklinga, öðru lagi að vinna heilsueflingu starfsmanna, í þriðja lagi að reyna að breyta sér sem strúktúr, stofnun, húsi, byggingum, umhverfi, þannig að hún sé heilsueflandi í sjálfu sér. Og í fjórða lagi, og sem að skiptir öllu máli hér, að vinna að heilsueflingu á sínu svæði í samvinnu við aðra. Og að lokum þetta, þessu innleggi mínu fylgir ítarlegri umfjöllun sama efni í ársskýrslu HSA sem ég vona og hvet ykkur til að lesa frá A til Ö, skýrsluna altså. Og þetta tvennt hér á dagskrá í ársskýrslunni og hér vegna þess að forstjóri og framkvæmdastjórn telja og vilja markvissar en hingað til stuðla að virkri notkun og greiningu á lýðheilsuvísum fyrir Austurland á hverju ári og gera það í samvinnu við aðra og ekki síst fulltrúa sveitarstjórn á Austurlandi. Og rökin eru þríþætt eða fjórþætt. Í fyrsta lagi þá segir landlæknir lýðheilsuna vera verkfæri ætlað heilbrigðisþjónustu og sveitarfélögum til að greina stöðuna í eigin umdæmi svo hægt sé að vinna með markvissum hætti að því að bæta heilsu og líðan. Í öðru lagi þá vill HSA vera heilsueflandi stofnun eins og ég kom inn á og það kallar á það að vinna náið með sínu nærsamfélagi, nokkuð sem við teljum okkur vissulega hafa gert, meðal annars á erfiðum tímum sem Guðjón kom aðeins hér inn á í sínu opnunarávarpi með öðrum innviðum á Austurlandi. Í þriðja lagi þá hafa sveitarfélög á Austurlandi sýnt þetta frumkvæði sem ég sýndi ykkur áðan með svæðisskipulagi Austurlands. Það kallar þá á það og þau greinilega vilja og hafa vissulega sýnt það í bara framkvæmdum og alls konar sem sveitarfélögin hafa staðið fyrir. Og í fjórða lagi og síðast en ekki síst þá má færa rök fyrir því í fætinum á hverri einustu glæru sem hefur verið sýnt hér í dag. Og það eru einkunnarorð HSA, samvinna velferð. Og þess vegna síðast en ekki síst þá held ég að við ættum öll að líta á þetta sem eitthvað sem við viljum bæta okkur í, að vinna með þetta. Takk fyrir. Þá dagskráin tæmd. Við þökkum ykkur hér í Valaskjól kærlega fyrir komuna og ykkur sem fylgdust með í streymi fyrir áhorfið. Þið eru vonandi eitthvað fróðari starfsemi Heilbrigðisstofnunar Austurlands. En ég minni á að ársskýrsluna má finna á vefsíðu stofnunarinnar. Þá segi ég ársfundi HSA slitið.